Hraði og kröfur samtímans auka stöðugt með tilheyrandi pressu og álagi á nútíma fólk. Afleiðingarnar eru þær að margir kvart yfir orkuleysi og finnst þeir ekki hafa nægan drifkraft til þess að klára verkefni dagsins. Við settumst niður með mannauðsráðgjafanum Ragnheiði Stefánsdóttur en hún hefur verið að kenna fólki einfaldar en raunhæfar leiðir til þess að auka orkuna. Það mín reynsla að þetta það sem að margir upplifa í dag og þetta hefur sannarlega verið mín reynsla gegnum tíðina að upplifa þetta orkuleysi og þreytu og sjálf fór ég svona að kynna mér svona ýmisfræði þessu tengdu og skoðaði mikið tímastjórnun til dæmis á tímabili. Maður alveg sannfærum að það myndi leysa minn vanda og hjálpaði mér alveg heilmikið. En svo því ég rakst á þetta fræði orkustjórnun að þá sá ég að það var eitthvað sem hjálpar kannski okkur enn frekar. Og það kannski margt sem að kemur upp í hugan þegar við erum að tala þetta orkuleysið og þreytu. Samfélag hefur breyst mjög mikið, það mikill hraði og hver einstaklingur gegnur svo mörgum hlutverkum. Jafnvel starfsmaður og foreldri og maki og vinur og svo það að vera fulltrúi í foreldrafélaginu, vera í golf og kór og svo framvegis og þannig að það eru mörg verkefni sem að hver og einn að takast á við á hverjum degi og það sem gerist líka það kannski þessi togstreita á milli hlutverka sem að veldur stundum svona pínustreitu hjá okkur að við viljum gjarnan standa okkur mjög vel í starfi til dæmis en þá kemur kannski samviskupið erum við að sinna einkalífinu nægilega vel, foreldra hlutverkinu, nægilega góð vinur og svo framvegis og svo öfugt. Að þegar einkalífið stór þáttur í okkar lífi þá kannski kemur pínu samviskupið og ég ná að sinna starfinu mínu alveg nægilega vel. Þannig að það þessi svona togstreita sem að oft veldur streitu. Ég held að margir kannist við þetta að bara koma heim úr vinnunni og eru bara hreinlega búnir á því og ná þá ekki að sinna kannski í hinu hlutverki sínu sem foreldri. En hvaða áhrif hefur það á fólk til lengri tíma að upplifa sig svona? Sko, margir fara svona smátt og smátt að upplifa eins og bara hálfpartinn svona smá doða. Stundu tölum við svona vera svona bara sjálfstýringu, þetta svona autopilot og fara kannski gegnum daginn bara ganga í verkefnin og sinna þessu öllu en upplifa ekki að vera svona að lifa lífinu til fulls. Að upplifa að alltaf komin í næsta verkefni, hvað á ég gera næst, hvað á ég eftir að gera í dag og ná ekki að njóta stundarinnar. Og til lengri tíma þá fer hreinlega jafnvel að mynda svona streitu einkenni og eins og segi bara langvarandi þreyta, langvarandi orkuleysi og svo getur jafnvel leitt í bara líkamlega kvilla, vöðvabólga, höfuðverkur og svo framvegis. Þannig að áhrifin eru sannarlega alvarleg, geta orðið það þegar einstaklingur í langa tíma, mörg ár kannski, upplifir þetta, að vera í þessari leiðslu og ekki að ná að njóta bara lífsins eins og það kemur til okkar. En þú vilt meina að það sé til leiðir sem að fólk getur farið til þess að auka orkuna og hefur verið að halda námskeið í svokallari orkustjórnun. Hvað það eiginlega? Já, nákvæmlega. Sko, ég rakst á þetta því ég skoðaði tímastjórnun svo mikið á tímabili og eins og segi, tímastjórnun bara mörguleiti góð og gaman að segja frá með tímastjórnun að það víst ekkert námskeið vinsælt í heiminum eins og tímastjórnun sem segir okkur mikið hversu margir eru að glíma við þetta að upplifa þetta ekki nægu tími eða næg orka. Orkustjórnun, það sem gaman við hana, ef við berum hana sama við tímastjórnuna, að tíminn takmörkuð alltaf takmarkaður. Það verða bara alltaf 24 klukkustundir í sólarhringnum og við getum ekki breytt því. Orkan aftur á móti ótakmörkuð og ef við náum tökum á þessar orkustjórnun að þá kannski gengur okkur enn betur að því við náum alltaf að nálgast nýja orku ef við náum ekki alltaf að nálgast nýjan klukkutíma og en svo kannski vinnst þetta bara mjög vel saman tímastjórnun og orkustjórnun. En svona orkustjórnunin hún skiptist í raun og veru það svona hort út frá 4 þáttum að það þessi líkamlega orka, þessi tilfinningalega orka og andlega orkan og hugræna orkan. Og við tölum orku, en svo gæti maður jafnvel sagt, við erum að tala bara líkamlega heilsu, tilfinningalega heilsu, andlega heilsu og hugræna heilsu. Og svo það sem gaman við orkustjórnuna, að því að þegar við hugsum orku, þá fyrir við svo fljótt að hugsa líkamlega orku.
hvað get ég gert til þess að öðlast meiri líkamlega orku? Jú, ég get hérna passað upp á fæðið og hvíldina og svo framvegis og þetta þetta algjörlega grunnurinn. En orkustjórnun gengur svolítið út á að það eru fleiri þættir sem við þurfum að huga að og það þetta andlega og hugræna og tilfinningalega og þegar við náum kannski sinna öllum þessu þáttum þá kannski gengur okkur enn betur að ná jafnvægi þarna á milli. Þannig eins og segi, líkamlega heilsan grunnurinn en það þarf að huga að hinu líka og þá vinnst þetta vel saman. Og mér skilst að þú hafi sjálf verið að berjast við orkuleysi og það hafi í raun verið hvatning til þess að byrja með þessi námskeið. Já, algjörlega. Fyrir ykkur árum síðan þá upplifði þetta. Mér fannst ég alltaf vera þreytt og ég var alltaf orkulaus. Og það sem ég fannst erfiðast að þegar ég kom heim úr vinnunni á daginn og það var kannski eitthvað skemmtilegt framundan. Það var kannski leikhús með eiginmanninum eða saumaklúbbur og ég fann einhvern veginn svona bara, ég get ekki farið, ég hef ekki orku í það. Mér langar helst upp í sófa að leggja mig. Og svo fikk ég samviskubit, þú veist, af hverju langar mig ekki út, af hverju langar mig ekki að fara að hitta fólkið og sjá sýningar og svo framvegis. Og þá svona fór ég í þennan leiðangur og byrjaði þessu að skoða tímastjórnun og skoða fræði jafnvægi starfs og einkalífs og þangað til ég datt svona á þetta með orkustjórnuna og fór að taka þetta svona föstu tökum og líður sannarlega miklu betur í dag, þrátt fyrir að vera mörg árum eldri. En það hljómar nú eiginlega bara gott til þess að vera satt að það sé ekkert mál einhvern veginn að breyta þessu mynstri hjá fólki einhvern veginn að fá meiri orku bara til að hafa kraft til þess að gera hvað sem er. Já, nákvæmlega. En auðvitað eins og með allt, þetta krefst auðvitað vinnu og svona að gefa sér líka tíma til þess að skoða þessi mál hjá sér. Og það það sem ég að reyna að gera á þessum námskeiðum, að það að vera með svona verkefni, æfingar, tæki og tól sem að hjálpa okkur bæði að meta hver staðan hjá mér akkurat í dag og hvað get ég gert til þess að breyta henni. Og eins og með alla markmiðasetningu, maður getur orðað þannig að það krefst þessu auðvitað að einbyttum okkur að því og setjum það í forgang og kannski á endanum snýst þetta alltaf það að setja sjálfa sig í forgang. Að við erum fljóta að hugsa alltaf þarfir annarra í kringum okkur og erum virkilega dugleg í því en við erum ekki alltaf nægilega dugleg að setja súrefnisgrímuna fyrst á okkur áður við förum að sinna öllum í kringum okkur og það krefst auðvitað líka þetta bæði sjálfsaga og tíma að huga svona virkilega þessu til þess að ná árangri. Og þú hefur verið að halda þessi námskeið í Reykjavík og varst að klára eitt á Akureyri og svo námskeið framöndan á Dalvík. Já, akkurat. 5. mars. Já, passar, 5. mars. Og við bara bendum fólki á Facebook síðan orkustjórnun. Jú, akkurat. Þeir sem vilja að kynna sér þetta nánar. Já, verður gaman að fá bara sér flesta.